þar sem farið verður hálendi norðan Suðurjökla, en Ómar segir betur frá því sjálfur. Fólk og fyrnindi fanga huga minn og mig streyða inn í 100 heim. Fólk og fyrnindi fjarlægur ævin, þar sem jörðin geymir eld og eim. Svipir fólks og fyrnindi, hár og gleði, gaug og misindi, líf og land og fólk og fyrnindi. Gróður, klungur og kvikindi, krýna hverjum hól og fjallstindi, líf og land og fólk og fyrnindi. Við erum stödd þar sem Gunnar á Hlíðarenda stóð forðum og sagði fögur hlíðin. Já, fegur Fljótshlíðar hefur löngum vakið hrifningu, allt frá Gunnari til Jónasar Hallgrímssonar sem setti sig í fótspor hans í ljóðinu Gunnarshólma. En í ljóðinu vekur athygli hvernig Jónas líkt og hefur sig til flugs og skygnist vítt Hann dáist ekki bara að fjallarhingnum, heldur minnist líka á hrafntinnu þökin, rétt eins og þau blasi við neðan frá sléttendinu. En þá hann komin í andanum langt inn á fjöllin, þar sem hrafntinnu sker og ótal fleiri djásn bíða hvers þess sem höræfin fer. Við ætlum líkt á Jónas að lyfta okkur upp stund og skygnast vítt norður af Suðurjöklum og hitta þar fyrir fólk á öllum aldri og fyrnindi af öllum tegundum. Við förum fyrst syðri Fjallabaksleið sem liggur frá Skaftártungu og upp á Mælifellssand norðan Mýrdalsjökuls og vestri Fljótshlíð. Þetta fáfarnari og erfiðari leið en nyrðri Fjallabaksleið sem margir kannast við og við förum síðar. Á þessari leið Mýrdalsjökull mest áberandi og undir honum dormar Katla í dulúð og ógn og býður eftir því að hrökkva upp með andfælum hvenær sem og umturna öllu því svæði sem við horfum hér yfir niður á sandinum. Við svonefnda Brennivínskvísl farin að opnast útsýn yfir Mýrdalsjökull og Mælifellssand sem í 600 metra hæð yfir sjó. Þessar slóðir geyma harmsögur hrakning á sandinu fyrr og síðar. Hér á Reyk margur óhreinn andinn og það var ekki laust við reimleika hér eftir að 4 menn hurfu í illviðri í október 1868 og fundust ekki þótt leita væri að þeim í mörg ár. Hér setti því að mönnum beig þar sem Mælifell rís draugalegt yfir sléttuna, þögult sem gröfin og það var óttast að hinni týndu hefði jafnvel gengið útilögumönnum á hönd. En 10 árum síðar fundust þeir við svonefnda slysöldu og höfðu orðið þar úti. Liðu nú árin. Oddur Oddsson fjallkongur Rangvellinga var skyggn. Hann sá þarna oft svip einsinn af framliðinu, ungs mann sem var bjartur yfirlitum. Oddur hafði aldrei komið að staðnum þar sem mennirnir urðu úti og ákvað að fá leiðsögn þangað. Fljótlega birtist honum framliðni maðurinn sem vildi fara aðra leið en leiðsögumadurinn og fekk Oddur því framgengt að þeir fylgdu svipnum. Þá kom í ljós að það var rétt leið sem hann vísaði. Eftir það hætti hann að birtast Oddi. Austarlega á Fjallabaksleið syðri Axlarfoss sem í Snotrugljúfri Húnsár. Hann fáum kunnur þótt að sé býsna fallegur og stór og krýndur af stuðlabergsmyndunum. Það mjög stutt að fara afleggjarinn af fossinum en mörgum sem fara Fjallabaksleið syðri yfirsést þessi fallega náttúrusmíð. Þessi foss væri miklu þekktar ef hann væri í byggð. Handan við Mælifell liggur 5 kílómetra löng bílaslóð áleiðis í svonefndar Strútslaug en síðustu 4 kílómetrana þangað verða menn síðan að ganga. Þetta gönguferð sem menn sjá ekki eftir. Á leiðarenda falleg vin í óbyggðunum þar sem kvíslarnar í Ómsábotnum og fjallið Strútur skapa myndina. Fjallið ekki kennt við fuglinn Strút, heldur það líking við sérstakan höfuðbúnað kvenna sem tíðkaðist fyrrum á sama hátt og Hekla dregur nafn af klæðnaði manna. Hér hafa gangnamenn Rangvellinga og Skaftfellinga löngum hist og það afslöppu stemning í lauginni við að lesa bók á efuklæðum og hafa það huggulegt.
En þessari stemningu hefur verið óþyrmilega spillt með áberandi slóð eftir ferðalag á 100 hestastóði sem hefur nýfarið þessa leið. Sumir þeirra sem hafa komið að þessu líkja þessu við að skriðdreka sveit hafi farið þarna Svart slóðin sem stóðið hefur skorið í mosan og rutt í gegnum hvað sem fyrir varð stingur í stúf við græna gróðurþekjuna. Þetta í milli 600 og 700 metra hæð yfir sjó og getur tekið aldir fyrir svæðið að jafna sig ef það gerir það á nokkuð tíman. Á öðrum stað hefur stóðið sparkað út allan gróður og umturnað honum á mosakömbum sem áður voru fallega grænir. Og meira segja hafa hestarnir verið látnir sparka út grasið allt í kringum laugina sjálfa. Og ekki nóg með það, á einum stað þarna rétt hjá hafa þeir verið reknir yfir brennheitt vatn, því hér kemur það upp 70 stiga heitt. Þetta allt var gert þrátt fyrir ábyrrandi skilti sem bannaði aðra umferði gangandi fólks á svæðinu og landvörðurinn segir að hestaumferð sé að komast á nýtt og varasamt stig. Það hefur kannski ekki verið tekið svo sterkt á þessu hingað til að því að mér vitanlega þetta fyrsta skipti sem hefur verið farið með svona stóð hérna þetta svæði. Já. Þannig að það hefur kannski verið litið fram hjá hinnu hingað til. Og ég held að væri hreinlega réttast að loka þessu fyrir náttúrulega skilyrðislaust fyrir svona stóðum og vel bara loka þessu fyrir ríðandi umferð, hestaumferð. En því miður fleira sem stingur í augu hér við laugina. Mannasaur, skeinipappír, nærbuxur. Og í hug koma hendingarnar eftir steinar, rösklega riðið í hlað, rétt sólarlagsbil. Ég nú hræddur það nú líkast til. Höldum áfram vestur Mælifellssand. Þegar komið vestur undir innri Emstru á rekumst við á verka mannavöldum sem af allt öðrum toga en hestatraðki við Strútslaug. Fyrir 25 árum kom blankur þýskur stúdent Ulrich Münzer að nafni til Íslands og þá var talað hann og aðra slíka ferðamenn sem óæskilega vegna þess hvað þeir eyddu litlu, þeir voru kallaðir bakpoka líður. En nú Münzer orðin virtur og ríkur vísindamaður, hefur komið hingað margoft og skilar milljónum í íslenskt þjóðabú með því að standa fyrir mælingum og rannsóknum hér. Fólk sem á leið hér Mælifellssand rekur augun í furðu hluti sem eru hér. Þetta líkist nú eiginlega helst vatnskvörum, en þetta merkt landmælingum Íslands. Þetta eru sem sé mælingapunktar fyrir alþjóðlegt verkefni sem byggist á gervitunglamyndum sem eru grunnur að rannsóknum á mjög örum landbreytingum hér á Íslandi og þess vegna var Ísland einmitt valið. I think Iceland is one of the most important countries in the world where you are able to see a lot of change in the dynamic change within a very short period. So therefore we decided, and ESA checked it in the same way. The decision was made by ESA to choose Iceland as the most important test area in the world. Á tveimur ljósmyndir sem teknar á sama svæðinu með þessari nýju tekni, með stuttu millibili sjást vel hinna miklu breytingar sem vaxandi framburðu hverfisfljót að valda á sandinum fyrir neðan. En höldum nú áfram. Það ekki sama hvar og hvernig farið yfir árna hérna. Við innri Emstru á sýnist ljóst að hér sé ekki rétt að ana úti og rifjast upp saga af útlendingi sem lendi í ótrúlegum hremmingum í ánni á vesturleið á Lada Sport bílaleigubíl með 3 aðra ferðalangum borð. Útlendingurinn hafði austar á sandinum séð álengdar göngubrúni þeirra Hvanngili. En þegar hann kom að innri Emstru á þá sá að ferðamenn með brú í baksín sem sýndist vera göngubrú vera að þurrka sig. Samferðamönnunum leist ekki á blikuna. Þeir fóru út úr bílnum og hann ók þá fyrst yfir Eystri-kvíslina og þá var bara eftir að fara yfir Vestari-kvíslina. Á sínu tíma var bílnum ekið út í ána hér 300 metra fyrir ofan brúna og menn spyrja náttúrulega hvernig ósköpunum gat nokkur maður láta sér detta það í hug. En það var ekki svo fráleitt. Nei, vegna þess að þetta var allt ómerkt þá. Og þegar hann ók út í Vestari-kvíslina hreif straumurinn bílinn með sér því að það var miklu meira í ánni þá heldur en núna þegar við skoðum slistaðinn og bílinn barst alla leið niður undir brúna. Þar steyptist hann niður í hil, manninu tókst að komast út glugga sem var kraftaverk því hann var svo heppinn að glugginn var opinn, rúðu upphalarinn var nefnilega bilaður. Augnabliki síðar steyptist bílinn fram að fossbrún og hvarf þar ofan í djúpan hil. Ef samferðamenn hans hefðu ekki farið út úr bílnum, hefði getað orðið hér margfalt dauðaslys. En í staðinn gátu bjargað honum úr ánni.
Það neyðarlega við þetta var að brúin fyrir ofan var gerð bæði fyrir bíla og menn. Haustið eftir voru nokkri félagar úr Dröfn, björgunarsveit Slysavarnafélagsins á Stokkseyri, fengnir til að ná bílnum upp. En það gekk brösulega og það var ekki fyrr en komið var haustsnjór sem það tókst loksins. Og sjáuðu hvernig bílinn var útleikinn. Og þetta sýnir afleiðingarnar af lélegum merkingum og klaufaskapi í frágangi mannvirkja. En nú búið að ýta upp garði við kvíslina og þurrkan upp. Sumir segja að þetta átt að gera strax í upphafi þegar brúin var sett á ána. Þá hefði þessi atburðir aldrei gerst. Hér eru bæði nýjar og fornar sagnaslóðir. En nú beigjum við af aðalslóðinni og höldum suður Emstrur. Þar höfum við frétt af fólki á ferð þótt að sé komið fram í byrjun september. Já, skólarnir eru byrjaðir allt land, líka hér á Fjallabaksleið syðri. Þið sjáu reyndar ekki nemendurna ennþá, en þeir eru að koma. Skólastofan hefur verið flutt hingað í 4 daga. Í stað þess að liggja yfir bókum innan 4 veggja í 8. bekk Smáraskóla í Kópavogi gengin Laugavegurinn. Ekki Reykjavík, heldur samnefnd gönguleið milli Landmannalauga og Þórsmerkur og gist í 3 nætur við Hrafntinnusker, Álftavatn og í Emstrum. Það kom nú eiginlega bara upp, ég gekk Laugaveginn fyrir 3 árum og þá var ég að hugsa allan tíman, þetta ekkert mál að labba þetta með krakka. Og svo fengum við góðan stuðning í skólanum frá skólastjórnendum og foreldrum, þeir voru mjög áhugasamir allan tíman og studdu við okkur. Hvernig þetta búið að vera? Það bara búið að vera gaman. Já, hefur farið í svona ferð áður? Nei. Aldrei neitt svona? Nei. Leist þér nokkuð á þetta að fara að ganga svona langt? Jú. Já, það var alveg rigning í gær og roki daginn þar á undan. Já, það er bara ekki allt í lagi, var ekki rokið eftir ykkur? Jú, stundum, en stundum fór og beint á móti, sko. Já. Hvernig gekk þér að labba? Mér gekk bara ógeðslega vel. Er það? Já, ég held það. Aldrei þreytt þegar þú varst að fara upp á Hrafntinnusker? Jú, en bara, þú veist, þið líður svo vel eftir að þú bara ferð bara áfram. Já. Þú bara gengur, bara, þú veist. Já. Hefur þú farið svona göngutúr áður? Nei, ég bara farið í hestaferðir og svoleiðis. Já. Og þetta er alveg æðislegt. Hvernig þá? Ég meina bara að vera ekki inn í sömu skólastofunni? Nei, bara þú veist, landslægið og bara, þú veist, að vera með allir vininum og kennurunum svo kemur skálan kvöldið og líður þér svo vel, þú veist, svo þreyttur og svo sofnar svo þreyttur og þú veist, þið líður bara svo vel inn í þér. Það var alveg ógeðslega gaman í gær, við sungum og vorum með leikrið og alveg svo fíbl. Já, var það ekki? Jú. Til þessi leikurinn gerðum? Já, það ekki? Já. Er ekki búin að læra heimikið í landarsvæði? Þið getið farið þess að ferða, núna þekkið þið allt þetta svæði? Já, við þekkjum nú mest bara draugasögurnar í kringum allt, sko. Er það? Já. Búið að segja mikið að draugasögum? Já, alveg bara í gær, þú veist, þá bara kom einhver kall inn með eitthvað sárabönd upp hausinn og blóð og öskra á okkur. Þú veist, það skeiti allir í sig alveg bara. Já. Var þetta það ekki kennari náttúrulega? Já. Já. Nautisal í botn, sko, að hræða okkur. Já, var ekki? Jú. Á þessum síðasta degi ferðarinnar eru það jöklarnir, Tindfjallajökull, Mýrdalsjökull og Eyjafjallajökull sem skapa umgerðina utan stórbrot til landslægið. Get ekki betur séð sem mjög ánægð. Já. Og hamingjusöm á fjöllum. Já, ég heyri það strax því ég fyrir talaðið. Spinna margt upp og láta þetta margt eftir í hug. Ég þurfi bara svo duglega líka að bjarga sér og ganga. Sko ég bara, og við öll, við eigum ekki orð hvað krakkarnir eru búin að vera frábærir. Alveg dugleg og yndisleg og glöð allan tíman, hjálpsum og fín. Þannig að þetta er eitthvað sem hægt er að byggja og þetta er eitthvað sem er komið til að vera. Ég sé ekki annað en við gerum þetta hverju ári. Þau vilja ganga Lónsörafi næsta haust með allt á bakinu eða fyrir hjólaferð eða bara eitthvað. Hotstrandir eitthvað. Já. Það eru ekki bara viðfangsefni náttúrufræði, landafræði, jarðfræði og veðurfræði sem hér leynast. Það kemur á óvart hvað þessi krakkar virðast skynja söguna og fortíðina við hvert fótmál. Það er eitt strákur með okkur, hann er óslega næmur, hann segist að hafa fundið alveg bara svona 60 stöðum og finna hann alveg fyrir einhverju. Og eitthvað svona, þú veist, það er óslega gaman að vera búin að heyra sögum einhvern stað og labba sögum staðinn. Þú veist, það er alltaf að hugsa þetta, er einhver hérna. Óslega gaman.
líka var svo gaman, við fórum að vaða yfir á í gær, þú veist, alveg bara svona, við fyrir með reynast ógeðslega straumharða í dag og það var ógeðslega gaman í gær, við vorum að vaða yfir, þú veist, það var svo kalt og maður heldur bara á hann færi með mig, bara, svo maður kom yfir, þá leið mann svo vel, þú veist, byrjaði að fara í heita sokkana og svona, ógeðslega gott. Já, gott af eftir. Sko við höfum kannski ekki mikið verið að tala jarðfræði eða landafræði núna, þetta tengja við þetta, það sem við ferðum að tala seinna, þá tengja þau auðvitað við þetta þegar við ferðum að tala hrafntinnu, líparít eða alls konar hveri og líka bara, það er líka mikið nám sem hefur farið fram bara í að útbúa sig að vita hvernig að það er hægt að ferðast á Íslandi, það er skemmtilegt líka, það er ekki bara að fara til Spánar til þess að hafa gaman í sumarfríinu. Og hér við fremri Emstru á skiljast leiðir okkar á þessara ungmenna sem eru að leggja grunna nýrri lífsýn og lífstíl þeirra kynslóðar sem mótað getur komandi öld. Nú hallar leiðinni vestur í Fljótshlíð, frá hjá fjallinu Einhyrningi og Markarfljótsgljúfri. Höldum nú áframferðinni að hrafntinnuþökunum sem Jónas sá í hillingum andans niður á sléttendinu. Við förum landmannaleið til Landmannalauga og stöldrum við hjá Landmannahelli og Loðmundarvatni. Í upphafi ferðar setur Hekla svip á útsýnið. Leiðin liggur fyrst hið sandorpna Sölvarhraun en síðan fjölbreytilegt landslag, úfin hraun, grónar og ógrónar sléttur og fjallasýnin litskrúðug. Þetta er vinsæl ferðamannaleið. Hér erum við að koma að Landmannahelli. Þar er landvörður en eftirlitssvæði hans er geysi víðfemt og það vekur spurningar hvort leggja í meiri rækt við þjónustu við ferðamenn og taka þá fyrir það fé. Ég held að við kynna svæðið öðruvísi. Þá er bara að tekja á móti stórum hópum fólks hérna og þetta er mikið hestafólk. Það stoppar stutt við en fáir þekkja kannski sögulega arfleið staðarins. Hér er gömul þjóðleið sem liggur Holt og Landmenn og menn hér á Suðurlandi fóru hér í veiðivötnin og þetta var áningarstaður þeirra. Sömuleiðis er hérna miðpunktur fjallmanna að hausti. Þetta eru upplýsingar sem ég held að erlendu ferðamenn vilji vita en er bara ekki gefin kostur á eða upplýsingar sem er ekki aðgengilegar. Þetta er eins og ég held að Ísland sé og þannig held ég að ferðamenn vilji fá þetta og þetta er held ég tilbúnir að borga dýrara verði en einhverja svona, hvað ég að segja, reddingarþjónustu. Landmannahellir var lengi notaður sem gististaður af ferðamönnum og gangnamönnum. Hann er 14 metra langur, 8 metra breiður og 4 metra hár. Þar þykir reimt eftir að smalamaður á nafni Egill fóst í gili fyrir ofan. En í dag víkja allir reimleikar fyrir henni grípandi fegurð við Loðmundavatn.
Enn stemningin rofin óþyrmilega. Við þetta fallega fjallavatn, Sauðleysuvatn, skammt vestan við Landmannahelli, stinga ljót hjólför eftir dráttarvél í augu. Þau eru verk eins einstaklings og að dómi landvarðarins á svæðinu, sérstaklega vanhugsuð aðgerð sem ekki verður látin óátalin og það verður nokkur hvellur út af þessu máli. Og ekki nóg með það, upp á hæð fyrir ofan eru ljót för eftir drukkin ökumann. Þessi för þeirra tvímenningana skera enn frekar í augun séð úr lofti. Landvörðurinn segir að löggæsla sé hér nánast engin þrátt fyrir mikla umferð á sumrin. Þeir sem spjöllunum ollu komu hingað aftur að reynda að bæta skaðan sem erfitt í svona mikilli hæði við sjó. Sem dæmi má nefna að förin eftir fyrsta bílinn sem hér fór fyrir hálfri öld hafa ekkert máðst út ennþá. Jæja, þá það hrafntinnuþökinas Jónasar að líta loksins undrin við hrafntinnusker upp í fjallendinu milli Landmannaleiðar og Fjallabaksleiðar syðri. Á sléttunni Kringlu fyrir sunnan Loðmundarvatn byggt út af Landmannaleið og haldið inn á jeppaslóða sem liggur upp langar brekkur í suðurátt. Og þar eru víða fallegir útsýnistaðir. Fjallið Loðmundur eða Löðmundur fyrirferðamestur í útsýninu. Nafnið talið dregið að smátindum á kolli hans sem gefa nú sérkennilegan svip. Og þegar komið upp á svonefndan Pokahrygg í það bil 1000 metra hæð, þá liggur hálft landið fyrir fótum okkar í góðu veðri eins og nú allt frá Vesturjöklum til Tungnafellsjökuls og Vatnajökuls. Þarna fyrirheitna landið, við erum á leið inn á svæði sem á að giska 50 ferkílómetra af flatamáli með giljum og dölum sem heita Vestur-Reykjadalir og Austur-Reykjadalir. Þetta svæði liggur umhverfis Hrafntinnuhraun. Hingað koma miklu færri en farum Landmannaleið, en það ræðst það mjög að veðurfari hvort eftir miklu að slægjast. Því að dýrðin hér nýtur sín ekki til neinnar hlítar, nema í sólskinni svo að merlar allstaðar á Hrafntinnuna. Framundan blasir við Hrafntinnuhraun, hátt og mikið og kolsvart, eins og tröllaukinn kolabingur sem slétt hefur verið úr að ofan. Það rann við landnám. Þegar síðan gengið með hraunjaðrinum ofanverðum, þá glampar á eitthvað sem sýnist vera glerbrot eftir drukkna ferðamenn, en reynist vera óendanlega víðfemt glerskraut sjálfar náttúrunnar. Að vera hér á ferð í þessari glitrandi auðn en eins og að vera í 50 ferkílómetra glerlistasafni þar sem skrauti og höggmyndum hefur verið dreift allt. Jafnvel upp gil og hlíðar og á milli hveranna. Þetta mesta háhitasvæði landsins með gríðarlega ónýtta orku en gæti líka hugsanlega falið í sem mikið verðmæti sem ferðamannasvæði. Þegar hærra komið, tekur við önnur undraveröld hvera og íshella. Hér býður hver ástíð upp á nýjar og nýjar myndanir. Maðurinn verður enn smærri en fyrr inn í þessum kynjum sem eldur og ís móta. Við látum þetta nægja í bili, en leifum minningum og áhrifum að safnast í sjóð sem við skoðum kannski þegar byrjar að hausta.
En auðnin geymir líka vélhjólamenn á ferð. Ég tek eftir því að hvar sem ég fer landi og tala við landverði þá aldrei minnst á ykkur á vélhjólunum. Eru þið orðnir umhverfisvænir og þá allt öðruvísi heldur en þessir sem hafa nú ekki komið góð orði á mótorhjólamenn erlendis? Það sem að torfæri hjól hafa verið með neikvæða umræðu og við höfum bara sett það markmið okkar að fara bara eftir slóðum. Ef við sjáum vegslóð þá keyrum við hann. En við notum ekki grasið og náttúruna til þess að spóla og spæna upp sérstaklega í svona túrum. Vissulega eru svartisauðir inn á milli og fara eitthvað, en það orðið mjög lítið það. En nú þetta áreiðanlega miklu erfiðara hér heldur en erlendis. Erlendis eru menn í góðu veðri, þið þurfa að kappklæða ykkur eins og geimfara hérna. Nei, veistu það, við svitnum svo ofboðslega þetta. Þetta eru miklu meiri áreynsla og átök heldur en margan grunnar. Til dæmis motocrossið erfiðasti íþrótt í heimi. Að keyra svona hlykkjóta slóða, maður þarf að henda til hjólunum sem eru 100 til 170 kíló. Maður þarf að henda þessu til í beigjum og það þarf orku í það og það kostar svita. En hvað fáið út úr því að fara þessar ferðir annað heldur en bara að reyna fákinn og ykkur? Já, maður náttúrulega í mun meiri snertingu við náttúruna þegar maður svona úti. Nú og svo fær maður dálítið adrenalinkick ef það kemur óvart blindhæð og beygja. Þar með kveðjumst við og Hjörtur heldur áfram inn í Landmannalaugar með félögum sínum, en það eru fleiri á leiðin í skálan en hann og sumir jafnvel syndandi. Það margt manninni svo venjulega, enda ekki furða svo sérstæður sem hann þessi náttúrugerði baðstaður undir háum jaðri Laugarhrauns. Hér mikil örtröð og kallar það ekki á framkvæmdir og þjónustu. Það var náttúrulega mjög gott að bæta upplýsingar allstaðar, en það er alltaf spurning samt hvað á að ganga langt og hvað á að gera mikið á svona stöðum. Hvort maður vill ekki reyna að halda þeim kannski fyrir utan þessa mestu trafík. En trafík náttúrulega mikil hér, þannig að það þarf að fara að huga því hvað á að gera og hvernig. Sólin að setjast við Hrauneyjar þegar við förum tilbaka til byggða. Það verður komið haust þegar við verðum hér næst á Stjái og þá förum við lengra. Hekla í hvítubúningi þegar við leggjum næst í hann. Tindfjöll og Eyjafjallajökull í baksýn. Nú verðum við á ferð bæði í lofti og á landi því að það komið að því að landmenn smali afrétt sinn sem við skimum hér yfir í austurátt í humátt á eftir þeim. Þetta mikið svæði sem tók alltaf 7 daga að smala hér áður fyrr. Fyrsti áfangi okkar liggur í Landmannalaugar sem eru hinum yfir fjallið sem við skimum hér í átt til, Loðmundar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Við förum í lofti í humátt á eftir gangnamönnum og landsveit framhjá fjallavatninu Sauðleysuvatni, síðar Loðmundarvatni og Kringlu. Frostastaðavatn skammt norðan við Landmannalaugar. Út í það rann Námshraun 1477 til norðurs, en einnig til suðurs í 8 laugum hinum megin við Gígóslina. Þetta Gósenland jarðfræðinga og Guðrún Larsen hefur þeirra mest rannsakað þetta svæði. Þetta sprengigígurinn Ljótipotur sem myndaðist 1477 og takið til vegarslóðunu neðst til vinstri á myndinni og stærðar hlutunum þeirra á gígsins, sem syðstur í svonefndri Veiðivatna gígaröð sem við skoðum síðar. Hér komum við yfir Landmannalaugar og fljúum þaðan beint inn í hreint ævintýraland upp með Jökulgilskvísl.
Jökulgilskvísl kemur úr Jökulgili sunnan við Landmannalaugar, því litanna geggjaða völundarhúsi sem landmenn eiga eftir að smala. Það liggur fyrst í suður rúmlega 8 kílómetra leið og Jökulgilskvísl rennur eftir því. Smám saman verður það mjög þröngt og þar kallast Þrengsli. Á hægri hönd rísa rimar og drangar eins og einhver ofvirkur myndhöggvari náttúrunnar hafi sett þar upp styttur af trilltri sköpunargleði. Skyndilega tekur Jökulgil þverbeygju til vesturs og þar opnast slíkt völundarhús Gilja á Múla að það gersamlega hægt að gleyma sér þegar svifið þennan lokaða undraheim, fjölbreytni með ólíkindum eða óhóf litanna eins og Pálmi Hannesson orðaði það. Framundan rís blámans hattur. Þetta engu líkt hér í stærstu öskju landsins. Hvað annað, það svo margt hér sem mest og stærst á landinu. Í suðri og austri standa íshjálmar Torfajökuls og Kaldakloss vörð þessa perlu. Við erum á leiðinni tilbaka niður Þrengslin í átt að Landmannalaugum. Það skiptast á skin og skúrir þegar þeir ríða inn Þrengslin. Í og yfir 700 metra hæð við sjó hlýtur sá litli gróður sem þarna að vera kjarngóður, en þarna skjólgott. Nú allt fé komið úr Jökulgili og hægt að hefja reksturinn í vesturátt til byggða. Hér skiljast leiðir því við stefnum lengra inn á Öræfin. Lyftum okkur til flugs að nýju yfir Landmannalaugum. Laugarhraunið sem við förum nú yfir úr líparít og hrafntinnu eins og fleiri hraun hér og það rann 1477. Austan við það ljósar eyrar Jökulgilskvíslar og útsýni opnast til norðausturs. Við ætlum að skoða náttúruundrin hér austur af. Austan og sunnan við ármót Jökulgilskvíslar og Túnár
rennur Tungná í stórum sveig og myndar með honum risastórt listaverk með kvíslum, tjörnum og eyrum á flatlendinu inni á milli fella og fjalla. Þarna heita kýlingar og það auðvelt að gleyma sig við að skoða þessa liðsýningu. Allt ber hér merki hinn gríðarlegu eldsumbrot sem hafa skapað allt þetta landslag, því þetta eitthvað öflugasta jarðeldasvæði landsins. Við höldum áfram upp með Tungná, þessu mikla vatnsfalli, hér liggur suðurlína yfir hana. Við ætlum að fljúga yfir Veiðivötn og svo áfram í norðaustur yfir því lítt þekkta en undurfagra fjallavatn Langasjó. Sjáðu litla hvítablettina þar neðst hægra megin á myndinni, þar sem fjallabaksleið liggur undir Kirkjufelli, það flugvél sem sýnir stærðarhlutullin hér. Það Ólafur Sigurjónsson, bóndi og húsasmiður að Fossæti í Flóa, sem okkur samferða á flugvélsinni á vit hins magnaða vatnalands. Þú álfuvorar yngsta land, orti skáldið og þau orð eiga vel við hér, þar sem hafa orðið 2 stórgos síðan land byggðist. Veiðivötn flest gígar eða hafa hlotið svipmót sitt af hraunum og hér að finna flest þau fyrirbæri sem verða til í eldgosum. Og einmitt hér sést best hvað gosið 1477 breytti landinu. Vatnaöldur heita gosstöðvar þarna rétt hjá, sem komin nú að. Gríðarleg aska kom hér upp í stórgosi á Landnámsöld, einu hinu stærsta í Íslandssögunni, og öskulagið sem sést víða land kallað landnámsöskulagið og það hefur auðvelda fornleifaransóknir. Margir gígar og vötn mynduðust í gosinu 1477 og það fróðlegt að ímynda sér hvernig þetta hafi litið út fyrir þessi 2 stórgos og ekki síður hvað muni gerast hér ef allt fer aftur á annan endan, það getur orðið hvenær sem Mörgum finnst það sérstæð reynsla að vera einir með sjálfum sér fjarri allri byggð eins og gerst hefur hvað eftir annað í þessari ferð okkar, þegar hughrif auðnarinnar hafa náð langt út fyrir sjóndeildarhringinn. Hey
En höldum nú áfram í norðaustur í áttina að leyndardómsfullum og undursamlegum fyrnindum, vatni sem heitir Langisjór. Langisjór eitt stærsta vatn landsins, 27 ferkílómetrar, og til dæmis þó nokkur lengri en Þingvallavatn, eða 20 kílómetra langur. Sumir segja að þetta sé fallegasta vatn á Íslandi, hvort sem siglt hann, flogið yfir hann, eða klifin fjöllin við hann sem bera réttnefnið Fögrufjöll. Þetta vatn var nær óþekkt allt fram á þessa öld og enn þekkja fáir þetta djást sem speglar Fögrufjöll í fleti sínum og nokkura hliðarvatna sem leynast í þröngum afkimum inni í fjöllunum. Fyrrum lá Skaftárjökull niður að Langasjó og þá rann Skaftá inn í hann og þess vegna var hann ekki fallegur þá eins og núna, heldur brúnn og gruggugur. En nú þetta breytt því að eftir að jökullinn hopaði þá rennur Skaftá fram hjá Langasjó og fagur bláminn ein helsta prýði vatnsins. Vegna þess að örburður Skaftár með tilrendi sandfoki ógnar nú bæði Lakagígum, Eldhrauni og byggðinni við Kirkjubæjarklaustur talað að veita Skaftá aftur inn í Langasjó svo að aur hennar setjist þar að en fari síðu niður eftir. En hér úr vöndar á það þarf að skoða vel sinn gang áður en taka tæran vassbláman í burtu af þessari fjallaperlu. Hér látum við staða numið að sinni en förum aftur á Stjá í mars. Þá frá Leirubakka í Landsveit í samfloti með leiðangri á vegum Arngríms Hermannssonar upp í Landmannalaugar og Jökulgil og síðan alla leið upp að Túnarjökli. Snjór hefur verið óvenju lítill frá því í haust og Tungnafellsfoss á leiðinni milli Sigöldu og Landmannalauga því óvenjulegur útlits og sérstaklega fallegur. Þessi foss örskammt frá vegastóðanum en samt runa flestir ferðamenn framhjá honum. Fleiri eru hér á ferð, frá Akureyri kemur Víðir Gíslason á flugvél sinni TF Leó og þeir Ingvar Ágúst Þórisson og Halldór Kvaran eru hér á gangi með hundinum Hugo. 5 kílómetra fyrir norðan Laugar reynist snjórinn nógu þéttur til þess að hægt sé að lenda á honum því ætlunin að hefja sig aftur til flugs og halda áfram bæði í lofti og á landi. Gígar og hraun skarta fögru ekki síður en að sumarlagi, til dæmis þessi fallegi gígur rétt austan við Frostastaðavatn. Við Landmannalaugar Jökulgilskvísl volg og auð þótt frosti sé nálægt 20 stigum. Og baðstaðurinn náttúrugerði við laugarnar jafnvel enn skemmtilegra á veturna en að sumarlagi vegna þess hve andstæður ís og kulda eru skarpar. Heitar gufur stíga upp í fimbulkallt loftið og rjúpurnar stjákla innan seilingar. Og hér hittum við aftur þá Ingvar, Halldór og hundin Hugo sem af suðrænu kyni en stendur sig ekkert síður en grænlenskur eða norrænn hundur í fimbulkuldanum. Þetta ómissandi að hafa hundin með, það verður að hreyfa hundin og eigandann. Já.
eina vitið. Og þið látið hann bera meira segja, eins og bara hann sé grænlenskur? Já, hann verður að vera ábyrgur fyrir sjálfur sér, kallinn, sko. Og hér skiljast leiðir, þeir halda áfram ferðinni sem er æfingarferð undir lengri gönguferð með Hugo yfir sjálfan Vatnajökul. En við ætlum hins vegar að fara inn í Jökulgil. Nú sjáum við gilið í alveg nýju ljósi miðað við ferðina okkar inn í það í haust. Af því að áin er volg myndast hér venjulega svo háar ískarir á bökkum hennar þegar kemur fram á vetur að það er ekki hægt að aka hér inn. En vegna óvenjulega lítilla snjókomi í vetur er það hægt núna. Hér erum við í þrengslunum og stærðarhlutullin sjást vel. Ef hægt væri að búa til topp 10 lista frábærstu staði landsins yrði þessi örugglega á meðal þeirra. Hver sá sem kemur hingað í skilyrðum eins og í dag, hann hlýtur að fylla stolt yfir því að við þessi litla þjóð skulum eiga þetta land sem býður upp á þvílíka dýrð og þetta. Hér var 18 stiga frost í morgun. Samt er þetta að sitja hér á skyrtunni í dag. Hér er stillilogn, sól í heiði, skaf heiðríkt og það var ekki einu sinni að leggja eyrun við. Maður heyrir í Jökulgilskvíslinni langt hér niður eftir, getur heyrt í fugli tísta og menn heyrast tala í margar kílómetra fjarlægð. Hún á afmæli í dag, hún á afmæli hún Vigdís, hún á afmæli í dag. Hurra, 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 gerðu svo vel. Takk. Þetta var flott. Það var það flottasta, sko. Og það er meiri segja hægt að finna hér fjallatinda sem eru eins og tertubitarnir. Hún sér ekki eftir því að hafa haldið 50 afmæli hér frekar en í Sal í Reykjavík. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt að geta að fara á jeppa upp á hálendið. Já, hvort við eigum ekki land. Við kveðjum nú Stuðlabergið undir blámashatti í vetrarskrúða og lyftum okkur til flugs í kveðjuskyni yfir Jökulgil. Þaðan förum við yfir hið sjóðheita og gufugjósandi Hrafntinnusker og að lokum yfir vatnaöldur, sköpunarverk hamfara jarðeldsins á leið okkar inn á annars konar hamfarasvæði. Við höfum verið að skoða svæði sem umturnast á nokkura alda fresti í eldsumbrotum. En það eru hins vegar til fleiri tegundur af umbrotum. Alloft hlaupa skriðjökla fram og umturnast. Í lok þessa ferðalags er því ekki á vegi að þeysa í norðaustur upp með Tungná frá Landmannalaugum, fara upp að hinnum truflaða Tungnárjökli. Svona virðist faratækið þarna niðri á myndinni örsmátt undir úpnum og uppblásnum jökulsporðinum. Þetta virðist engan enda ætla að taka þegar við skimum þarna upp. Þetta eru 90 miljardar tonna af ís á 300 ferkílómetra svæði. Það er hreint óviðjafnanlegt að koma á þennan stað. Hér stafa logn
og þess vegna nokkuð hlýtt hér inn í þessari geil. Sífelldir brestir, þar sem jökullin að skríða fram og velta, ýta á undan sér ýmist snjóhulunni sem hérna fyrir framann, eða þá að svona ísbjörg falla niður og sumstaðar þarf hreinlega að vara sig á því að þetta getur farið ótrúlega langt inn á snjóþekjuna þegar það kemur hérna niður. Hér fyrir ofan er ístörn sem áður hefur verið með sléttum, láréttum kolli, hvítum. Núna hallar það svo fram yfir sig að þessi hvíti kollur er næstu orðin lóðréttur hér fram. Og það er með ólíkindum að skuli ekki vera fallin þessi ístörn hérna niður, eins og hann er nú orðin langt leiddur. Áhrifan af framskriði jökulsins gætir langt út á sléttuna hérna. Hér er að skrífa upp snjóinn og við sjáum þetta betur hér. Það kemur í ljós að hér eru gjár í hann og önnur þekja fyrir neðan. Síðan er þetta allt saman á hreyfingu. Hér er mælingarleiðangur á ferð Finnur Pálsson, verkfræðingur hjá Raunvísindastofnun verður fyrir svörum. Mælum færsluna hérna á 2 vegu. Það er annars vegar með stikulínu sem eru settar út hoddrétt á jökulinn og þá mælum við frá stikum, teljum hvað margar hafa farið undir og mælum svo frá þeirri sem sést fremst og síðan skráum við meðfram jarðinum hérna með GPS-tæki. Stærðarhlutullin eru mögnuð, menn finna til smæðar sinna þegar ekið meðfram þessu gríðarlega ístáli sem skríður alltaf 10 metra sólarhring og sést vel þegar ekin er eftir sömu slóð 2 dögum seinna. Þá liggur þessi slóð beint inn í mörg 100 tonna ísbjarg sem hefur fallið niður á hana. Þarna við ekki þurftum að binda. Og þarna eru hjólfar frá 5. deginum komin upp á rönd 2 dögum setna og í það meina velt yfir sig. Og svona var mælingastikan á 5. daginn og svona var hún í gær á síðasta snúningi. Hvað á jökullin eftir að skríða mikið, Helgi Björnsson jöklafræðingur? Síðast þegar þessir jöklar fóru á stað 1945 þá fóru þeir 2 kilometra. Mér finnst nú líklegt að það verði heldur minna og nú er hann komin 1 kilometra þarna við á kafla. Þannig eitthvað fer hann lengra en alla svo langt. Við erum hvergi nærri búin að fá nægi okkar hérna niðri en samt ætlum við að láta undan freistingunni og lyfta okkur upp og kíkja hér inn á jökulinn. Hver ísturn er á við stóra íbúðablokk og þarna var engin jökull fyrir ári. Hér sjáum við dæmum afl jöklana ef þeir komast á skrið eins og vísindamenn óttast ef maðurinn hróflar og mikið við viðkvæmu jafnvægi í lofthjúps og hafstrauma. Stundum er auðveldara að spá langt fram í tíman en skammt. Dæmi, 64 spáði með framhlaupi síðujökuls á að giska í kringum 1994 en árið 93 var samt ekki hægt að spá hvort hlaupið yrði það ár, 95 eða 96. Á jörðu niðri heldur jökullin stórsýning og skúlptúrum og það er líkast göngum margra kílómetra langa sýningasali að fara meðfram jökulröndinni og njóta listaverka náttúrunnar þar sem þúsundin myndhöggvara og erróa mættu hafa sig alla við að líka eftir þótt ekki væri nema broti. Og þetta er stærsta bréfapressa heims stund, kostuleg blanda af möl og ís. Við kveðjum Túnárjökul með því að virða hann fyrir okkur af sandöldu við jökulsporðin sem enn heldur velli. Njótum þess að horfa á bogamyndað fjall af ísturnum sem myndast við það að jökullin skríður yfir hæð á jörðinni undir honum. Þegar maður virðir þetta fyrir sér þá kvartar að manni að það hljóta að vera forréttindi að lifa í landi sem býður eitt allra landa upp á það að hægt sé með viðráðanlegum hætti að komast í snertingu við svona fyrirbæri. Við höfum verið að sveima í anda Jónasar Hallgrímssonar svæði skapað af náttúruöflum sem geta haft áhrif langt út fyrir svæði sjálft og út fyrir landsteinana. Hraun frá Túnársvæðinu hafa til dæmis runnið yfir virkjanasvæðið niður allt Suðurlandsundirlendið og í sjó fram í flóanum. Og gosefni sem berast upp í háloftin í eldgosum hér hafa haft og geta haft veðurfarsleg áhrif alla jörðina. Í tæru loftinu í íslensku landslægi er eins og landið allt,
hafið, jörðin og alheimurinn komi inn í risastóra heildamynd þess yndisleika sem tilvera okkar getur verið. Ó, þú yndislega land og hið sterka tryggða band, við þitt líf og ótal undur, eldfjöll, jöklar, raun og sand, öll þín gæði gafstu mér og gleðina að lifa hér. Sæll mér finnst að verða lokum, að fá að verða hlut af þér. Ó, þú yndislega haf, allt það besta sem ég gaf, örvar mig og augun gleður, öldufalda geislatraf, aðeins þér að þakka það að lífvænt skuli hér. Sæll ég á öldum þínum, orðin líkt og hlut af þér. Ó, þú yndislega jörð, öll þín marglið þjóðahjörð, viðkvæmt líf þitt ávallt eiga, öll þín börn að standa vörð, höf og lönd þín alltaf ögn sem hratt geiminn fer. Sæll mér finnst á ferðum tómið að fá að vera hlut af þér. Sem fæðir af sér haf og vín, krafturinn sem æðstur þú andi Guðs sem